Girl, það að koma jól. Og við erum með gjafaleik. Við erum með gjafaleik. Eins og þið sjáið, þá borðið okkar aðeins pakkara en venjulega. Jep. Þetta allt að fara að detta í gjafaleik hjá okkur sem að verður á miðlunum okkar og þið getið átt möguleika á að vinna. Og við ætlum svona aðeins að segja ykkur frá því hvað í gjafaleiknum. Af því það ekki bara þetta sem er á borðinu, það meira. Það er meira. Það alveg mikið meira. Andurinn leiksins Og ég var ekki búin að taka allt saman, svo það kemur í leiknum. Þannig að við höfum eftir að setja, en þetta En veglegur svona roughly, bara, þú Ég veist. myndi segja að þetta sé svona í kringum svona 200 plus, sko. Já, geðveikt. Þannig að þetta 200 plus króna gjafaleikur. Það ekki verra, sko. Það ekki verra. Og við erum með fullt af flottum fyrirtækjum sem ákveða að vera með okkur í samstarfi. Yes. Og við, Ótrúlega gaman. ætlum að henda þessu inn á sunnudaginn þegar þátturinn kemur út. Þannig að þetta bara svona smá innsýn inn í það sem við erum með og svo náttúrulega verður allt á miðlunum líka sem þið getur skoðað ef þið eru ekki nú þegar búin að því. Já. Þannig að... Og mikið af þessum vörum svona eitthvað sem að, þú veist, við höfum persónulega reynslu af. Já, algjörlega. Það eiginlega allt þannig, af því að þú veist, við myndum aldrei vilja í rauninni fara í samstarf með einhver fyrirtæki sem við fílum ekki. Nei. Þannig að þetta í rauninni allt eitthvað sem við annarkvort persónulega þekkjum eða elskum. Já, algjörlega, 100%. Og við viljum alltaf hafa það svolítið. Við viljum mæla með einhverju sem við þekkjum, elskum og notum. Þannig að það bara always and forever. Yes. En svo líka jólin að fara að koma. Það jólageðveikin dottin í gang, myndi ég segja. Og, Nei, sko bara umferðin úti, þetta eitthvað rugl. Herðu, ásakið, það var Black Friday daginn og ég ætlaði eitthvað svona kíkja á eina jólagjöf upp í Smáralind og sem ég fann svo by the way ekki. Og ég var sko föst á bílaplaninu fyrir utan Smáralind í 40 mínútur, bara stopp. Á bílaplaninu? Á bílaplaninu, að reyna að komast út úr Smáralindinu, sko. Já, það bara, ég fekk líka bara, ég bara farin heim, ég ætlaði að fara í aðra búð og okkur, þannig ég mikið ekki svona. Ég fæ bara svona, ég fæ panikk í örtröð, ég fæ svona... Já, bara drullega frá. I cannot stay here. Þú veist, ég á ógeðslega erfitt með mig í margmenni. Þú veist, ég bara, eins og sjá bara svona yfir fulltar borgir og eitthvað, ég fæ bara svona, nei. Ég má ekki vera hérna, þannig að ég á mjög erfitt með þetta. Já, ég alveg sammála, sko. Ég meitt líka eins og á tónleikum og svona, ég aldrei eitthvað svona, ég reyna að tröða mig fremst. Glæpan? Nei, ég bara, I'm good in the back, sko. Já, same. Ég skal bara vera hérna og fylgjast með, ég sé ykkur örgulega smá, svona. Já. Ég er bara hlust tónlistina. Já. Þannig að, já, þetta allt byrjað núna og og þetta seinast þátturinn okkar á árinu. Já. Og við ætlum svo bara þetta í smá jólafríi og svona og bara njóta og vera ekki í stressi. Akkurat. Og svo ætlum við að koma mjög sterkar inn á nýja ári. Og við erum líka alveg konar með sko lista af bara geggjuðu fólki sem búið að vera að hafa samband við okkur að fá að koma í podcasti. Akkurat, þannig að við erum svona að stefna því að verða meira þannig á næsta ári. Yep. Þar sem við fáum fullt af flottu fólki til að koma í þáttinn og spilla við okkur og gera eitthvað skemmtilegt. En sem ég segi, við náttúrulega byrjum svolítið svona með ákveðin issue á mækum. Já, við vorum í smá svona basli, myndi ég segja. Við vorum líka bara svolítið að finna við rytma í þessu. Já. Veist, og líka bara svona hvernig væri best að gera þetta og við erum bara að prófa okkur áfram. Við erum bara hérna two girls doing it on our own. Við erum ekki með neitt production team á bak við okkur. Við erum bara hérna, við tvær, doing it, Já. On our own. En núna alltaf að mæka situation orðið betra. Það betra, það ekki fullkomið en það betra. Við erum búin að fara í gegnum miklu dýrari mæka og svo endum við með bara ótrúlega bara basic, fína. Já, akkurat. Og meina bara þegar við erum búin að koma okkur betur fyrir þá kannski hendum við í einhverja aðeins flottari og meira fancy pro mæka. En þessi bara duga og að gera sitt. Mér finnst það bara ótrúlega fyndið að því að stundum þarf maður ekki alltaf að fara í svona næstu því dýrasta til þess að virki fyrir mann akkurat núna í því sem maður að gera. Ég meina bara, þú veist, ef maður hugsa ekki það hafi verið eitthvað besta til að hlusta þá, en Joe Rogan byrjaði bara á YouTube held ég bara að tala, bara við tölvuna sína í gegnum eitthvað webcam, skilju. Já. En ég meina, sjá hann í dag, skilju, það svona mikið búið að gerast og ég meina, það er bara líka bara, þú veist, með þessa pro-mæka, þú veist, í svona stúdíum, þá setur fólk lengra frá hver öðru. Þú veist, við erum
bara geggjað close og við erum bara saman í myndavélunni, þannig að vera með pro-mica þá pikkar alltaf upp hljóðið frá okkur öðrum og svona issue. Já, það þarf að vera með mixer og alls konar, þannig að þetta bara, eitthvað sem við pældum þessi ekki alveg mikið í byrjun, en núna er allavega... Við erum ekki pró á hljóði, þetta við sem kannski meira svona í öðru. En mér finnst samt bara þessi reynsla og þessi frásögn hjá okkur, bara með mica issue-ið, er eitthvað sem að mér finnst fitta líka inn í konseptið okkar bara fyrir podcastið. Bara á hærra plani, við erum alltaf að koma okkur á hærra plan. Já, af því að þú byrjar aldrei hæðst uppi. Þú þarft alltaf bara að byrja að taka skrifið og you learn as you go. Já. Og ég held að þú veist svona fullkomnur árátta og þú veist að fólk sé alltaf að þú veist bíða með það að gera eitthvað þanga til að það komi með þetta eða þanga til... Já, eins og allt þurfa að vera orðið fullkomið áður en þú byrjar að gera hlutina. Já, en það bara er aldrei þannig. Maður þarf bara stundum að taka skrefið og svo bara learn as you go. Algjörlega, og ég meina það koma alltaf, þú veist, downsides og þú veist, upsides og þú veist, þú lærir alltaf af reynslunni, þú veist, þú náttúrulega lærir ekki raskat eða kemur ekki eitthvað upp á. Akkurat. Og líka bara, þú veist, get tekið það alveg til mín með Alena. Verslunina sem varst með. Svo mikið sem ég fattaði ekki hvað ég þurfti að vera að gera annað, skilur, kringum bókhald og jarja og þú veist, og bara læra inn á allt svona fjárhagslega sviði í kringum að vera með fyrirtæki. Já. Og það var einmitt bara ógeðslega svona erfitt til að byrja með. En síðan bara svona, þú veist, fann maður bara lausnirnar á því hvernig maður gerir það og maður ráðfærir sig við fólk og þetta er svona bara í öllu, þú veist, maður getur aldrei bara eitthvað að byrja að einhverju nýju og bara, ég veit allt. Nei, ég meina bara, ok, þú veist, til dæmis, þú veist, þetta er svona learn as you go dæmi. Líka bara eins og ef ég get tekið fram með, þú veist, brjóstakjöfuna þegar ég var eignast börn. Þú veist, ok, þegar þú eignast börn, þá veistu náttúrulega basically ekkert hvort fara út í. Nei, nákvæmlega. Tæknilega sig, þú ert einhvern veginn bara svolítið svona, þú getur lesið alla bækur og þú getur, þú veist, hlusta á alls konar og farið í fæðingarfræðslu og en þú ert einhvern veginn aldrei 100% viðbúin fyrir en barni kemur. Já. Og ég viðurkenni eins og með brjóstakjöfuna, ég var bara eitthvað svona, ok, ég ætla bara, þú veist, gera það þannig að þú veist, þegar kemur að því, þá bara sjáum við hvað gerist. Og þú veist, það kom náttúrulega ljósa og hjálpaði mér með brjóstakjöfuna og þú veist, sýndi mig hvernig ég átti að gera þetta. Og það var alltaf bara svona í ferlinu, skilur. Já. Þú veist, ég vissi fyrst ekkert hvað ég átti að gera, hvernig maður á að láta barnið latsa á brjóstið og þú veist, þetta er alveg svona, þetta eru ákveðnir hlutir sem maður þarf að læra. En ég var ekkert eitthvað svona panika yfir því áður en barnið kom, bara oh my god, hvernig ger ég þetta, hvað þarf ég að gera. Þetta var meira bara svona þegar barnið kom, þá bara gerist þetta, skilur. Og svo bara, og meira þess að gekk brjóstakjöfun ekki nógu vel með fyrsta barn og gekk miklu betur með annað barn, skilur. Já. Þú veist, þannig að það einhvern veginn svona, og þá fattaði ég, ok, þú veist, ég fekk ekki nógu mikla fræðslu þegar ég var með fyrsta barn frá ljósmóðurinni og þú veist, eitthvað svona. Já. Og svo bara, já, breyttist það bara, þú veist, en ég minna. En þú veist, þetta viðhorf að geta sett sig í aðstæður þar sem að þú ert ekki öruggur, en þú ert bara eitthvað, I got this. Já. Og ég bara, I learn as I go, þú veist, ég er ekki að fara að fokka henni upp, ég bara, þú veist, að því sumir eru með svo mikið svona control issue, þeir verða að vita nákvæmlega hvernig allt er að fara að vera, hvernig planið er að fara að vera áður en það tekur skrifi, en maður er bara, stundum verður fólk bara aðeins að bara svona let go og have faith. Já, einmitt í alvöru. Algjörlega, og ég meina ekki það að ég sé eitthvað trúið, en það er ógeðslega gott saying, það er eitthvað svona, if you want to make God laugh, tell him your plans. Já. Þú veist, og mér finnst þetta svona eiga við, þú veist, bara svona, ok, að því að hlutnir eru náttúrulega aldrei að fara að vera eins og maður einhvern veginn sér á fyrir sér, skilur. Akkurat. Við erum alltaf með þetta svona þú veist, bara hausinu okkur fer alltaf á ákveðna staði, þú veist, þú getur séð all lífið fyrir þér. Þú veist alveg að það er aldrei að fara að vera 100% eins og þú sér það fyrir þér. Nei. Þú veist, það koma beygjur og það koma, það veist, svona, herri hæs en þú bjóstuð og læri lós, skilur, en þú bjóstuð. Þannig að þetta er svona... Maður verður líka bara svona að læra að taka bara hlutunum eins og þeir koma og vinna með það at the time. Leifa the universe að bara vinna fyrir þér, guide your way. Já, nákvæmlega. Ég meina, þú veist, þú veit bara að hugsa bara, þú veist, þú veist, ég er bara að lifa lífinu bara as it goes. Þú veist, bara að sjá hvað gerist og einmitt líka gott að vera bara með það mentality að, þú veist, hugsa bara, ok, ég sullaði niður, ok, kannski það er bara 3 á gólfið, skilur. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, í staðinn fyrir að svona pirra sig yfir eitthvað ég sullaði niður, þú er allt ónýtt. Já, alveg, þetta er svo mikið mentality. Alveg, viltu vera þessi típa og væliður sig, eða viltu bara get shit done? Já, nákvæmlega. Eða bara eitthvað svona, nei, þú veist, það er einhver sem er að keyra svona hægt í vinnuna, ég er að vera setna, að vera bara eitthvað, ok, kannski þessi mannski bara, slemma það, ég get ekkert gert í þessu, skilur. Þannig að þetta er bara eitthvað svona, það eru bara sumir hlutir sem að við ráðum ekki við og við þurfum þá bara svolítið að sleppa þeim og leyfa þeim að ganga sinn gang, skilur. Af því að, ég meina, já, þetta er,
let go of things you can't control dæmi. Akkurat. Og líka bara, þú veist, ok, nú verð ég bara að segja, þú veist, þess að þegar við vorum að fara norður helgina, þá við ætlum að segja frá því næst smá, það er ógeðslega fyndin saga á leiðinni. Nei. I cannot. Don't judge me. En sko, ég átti þess að samtala um mömmu rétt án að við leiðum á stað norður. Og ég á, þú veist, bíl sem er alveg á nagltækjum, en þú veist, það er ekki naglar alls staðar og svona, gæti verið betri. Og mamma alveg... Bæði einast þegar fyrir norðu þá fyrir að mínum bílu í keri. Just saying. Af því að, sko, þegar ég talaði um mömmu, hún bara, sko, það yrði agalegt ef eitthvað kæmi fyrir eitthvað svo rétt fyrir jólin. Bara implantar því bara inn í hausinu. Og ég svona sá það bara fyrir mig, nei. Svo bara, það yrði bara agalegt yfir höfuð. Já, fyrir jólin, Einmitt, það yrði agalegt yfir höfuð. Af því, þú veist, ég meina, maður er alltaf að sjá skilur slys og þú veist, ég þekki persónulega bara fólk sem hefur dáið í, þú veist, bílslysum. Já, það er. Og man eftir þegar ég bjó í Ísafirði var alltaf að keyra vestur og eitthvað svona og ég hef farið út af. Þú veist, alveg tvisvar. Já, þannig þú er bara með tráma bara. Já, alveg með tráma og ég veit hversu mikið þetta getur gerst bara 0-1 af því að þú veist, þess að vinkum við lendi í því að það var nákvæmlega sama færð og núna, það var svona svell og svo komu auðikaflar og ef að bílinn byrjar að renna örliti og lendir sér á auðikaflunum, þá tekur bara veltur, skilur við. Og þau voru ekki á, þú veist, þau voru bara á 90 eða eitthvað. Og ég var með þetta innbrot í hausinn á mér og svo segir mamma, og hera á börn! Og ég eitthvað, ég er ekki að fara að láta heru vera eða börnin að heru vera... Don't let them be motherless. Þannig að ég var bara heru, bara sorry. Ég er bara að fara að keyra eins og Grandma Karen. And you did. Það var sko að kafla sig og bara við erum að 50. Þú mátt alveg fara upp á 60-70 sko. Ég var, það var á einum kafla eitthvað, þú mátt fara niður eða eitthvað. Já, ég minni til akkur. Við vorum með 5 tíma. En ég kom okkur allir leið og þú veist, ég hugsaði með mér við erum ekki að fara að taka hann sjensa því að ég var að koma klukkutíma fyrir eitthvað til Akureyrar. Fuck that shit, við erum ekki að drífa okkur og eins þú veist, komum tilbaka, við komumst bara heilar á húfi af því I'm responsible. Þannig að, takk fyrir. En þú veist, ég er bara að segja, mér finnst fólk oft svo vera svo mikið á hraðferð og þú veist, það er ekki alveg bara svona, það er alltaf lægi, þú veist, að ég skilur, af hverju fólk alltaf að keppast, hvað er lengi í norður? Who gives a fuck? Já, akkurat. Þetta er líka bara eins og skila ekki fólk sem að tekur fram úr í göngunum. Það er bara... Manstu bílinn sem tók fram úr ykkur núna? Oh my god, það var næstunni... Það hárspreitt að hann hefði bombað annan bíl sem kom út ykkur. Já, þeir voru bara hérna, bara þegar hann var að fara fram hjá. Þetta var fáralegt. Og þarna var ég á 80. Já, þarna varst alveg að keyra löglega, sko. Og þessi var bara á 110, skilur. Og ákvað bara fara fram hjá okkur. En það voru svona bílar röð að koma móti og hann sko ándjóks var bara svona snefilbreytt frá. Já, og svo ofan á það, þú veist, þá var hann ekkert eitthvað að fara geggja langt fram úr okkur eftir að hann komið fram úr. Þú veist, hann var bara eitthvað svona, ég bara, what's the point? Já, akkurat. Þú veist, við erum að fara að enda á sama tíma bara í Staðarskála, skilur við. Já, akkurat. Hálfviti. Já, nákvæmlega, það er það. En allavega, ég veit ekki alveg hvað umræðefni er komið út í, en talandi gjafaleikinn og þetta er líka af því að það er núna komið sem rétt rúmlega 1 ár síðan við byrjum með podcastið. Já, þannig að þetta er smá svona jólagjöf frá okkur til ykkar, þið sem eru búin að vera consistent í að hlusta, við erum ógeðslega þakklát fyrir ykkur og okkur langar bara aðeins að sýna ykkur smá svona appreciation og hafa svona veglegan gjafaleik í tilefni jóla og þess að við erum búin að vera með podcast í 1 ár. Já, við byrjum í október í fyrra. Já, we did. Þannig að, fun times. Yes. Eigum við að byrja það? Eigum við að segja ykkur aðeins frá? Já, ég minna bara til dæmis fyrst, vilt þú ekki segja frá þessu bara lundaginn? Ok, Lundey. Lundeigin, heitir það? Já, sorry, fyrir ekki. Ég er lunda en ég er bara lundaginn. Puffenstyle Blue Gin. Og fyrir ykkur sem er ekki að horfa, þá er þetta svona blátt, eða svona eiginlega fjólublátt á litinn. Já. Og geðslega flott. Þetta er út frá blómi sem gerir þetta svona. Já, þannig að þetta er allt svona natural. Já. Það er ekki eitthvað svona litarefni, eitthvað svona. Akkurat. Þannig að stendur it turns pink as the flowers of Iceland's treasures Arctic thyme, eða eitthvað. Já, thyme, já, akkurat. Já, thyme. Já, þannig að þú veist, þetta var officially bara
ekki komið í verslanir í fyrra ef mann rétt. Já. Það var bara í frímrunni. Já, akkurat. Og núna komið í held ég 2 vínbúðir en þetta besta gin sem ég á æminu smakkað. Já, þetta ótrúlega gott. Ég ekki mikil ginmannskja. Nei, ekki heldur. Ég sammála og maður verður svo skemmtilega híma. Já, það svona bubbly. Já. Ég ætla að öll djömmin hafa verið geggjum með þessu. Já, nákvæmlega. Og líka bara þú veist sjúklega aesthetically pleasing. Já. Ótrúlega flott. Þannig að þetta ótrúlega góð svona, ef þú veist eitthvað sem elskar gin, að gefa þetta gjöf. Já. Þetta svona skemmtileg gjöf. Ótrúlega svona skemmtilegt og fallegt. Og íslensk framleiðsla. Íslensk framleiðsla og með þess að Katla, vodka líka og rabarbara og blueberry, lungu glösin. Já, akkurat. Já, svona líkjörs. Já, akkurat. Og þetta Reykjavík Distillery eða 64 gráður, eins og þetta heitir. Nice. Og já, þið getur tjekkað líka Instagram síðuna og það sér síðan haldið fyrir bara Lundey. Já, þetta Reykjavík Distillery sem með þetta. Reykjavík Distillery. Nice. Þannig að, já. Þannig að allir vera hressir jólin. Yes! Ok, þú má segja frá næstu. Já, næst erum við með hérna frá Label Beauty Iceland sem íslenskt merki og hérna þeir eru ótrúlega margar búin að sjá þetta merki út alla samfélagsmiðla því að það eru svo duglegar að auglýsa sig enda geðveikt flott merki og þetta sem sagt hérna svona augnhár og þetta svona lashes make everything better, of course they do og þetta eru svona bond lashes, þannig að þú setur þau á og þau haldast á einhvern tíma. Þannig að þau eru hérna waterproof, stronghold, safe formulation, easy to use, cruelty free og vegan og nourishing fyrir Geðveikt. Ég alveg fan af svona do-it-yourself lashes af því að þau haldast alveg einmitt á í alveg bara svona viku eða 10 dagar sko. Akkurat, og líka ef það fer þetta af þá getur þú bara sett á sjálf sem ótrúlega sniðugt. Þannig að Akkurat. Og þetta ótrúlega sniðugt ef maður fer til útlanda eða eitthvað svona og það sem að mér finnst aðalega sniðugt fyrir þetta að þetta skemmir ekki þín augnar eins og augnarlenging svona venjulega gerir. Já, akkurat. Það er ekki of mikið pressure á hvert og eitt hár. Já, ok, sniðugt. Þú náttúrulega líka veistu með þetta mikið að þú veist náttúrulega að gera augnarlengingar. Já. Þannig að en í þessu, bara þessu lash clusters sem náttúrulega bara augnhárin. Það bond til að setja á og síl og svo remover til að taka þau af og tweezers eða svona til að taka þau af og setja þau á, já. Og síðan erum við með líka frá Label Beauty, þá erum við með eyelash serum sem náttúrulega bara geðveikt til að bara lengja augnhárin og hægt að setja á bæði efri og neðri augnhár. Og svo erum við með lip butter fyrir varirnar. Yes. Sem mega cute. Ég vil ekki taka þetta upp á pakkanum og sýna ykkur af því að þetta gjöf til ykkar. Þannig að þetta bara ótrúlega sætur og veglegur pakki frá Label Beauty og þið getið skoða allt þetta á labelbeauty.is. Og já, bara og frábær manneskja sem með þetta og ótrúlega dugleg að auglýsa og ótrúlega sniðug með vörur og ég bara meila innilega með þessum vörum. Love it. Og já, þannig að svo erum við með alveg slatta hérna, ef við förum í næsta. Ef við förum í næsta, ég skal kannski bara taka þetta hérna. Já, sko, við getum náttúrulega sagt báðar frá þessu að við höfum reynslu af þessu geðveikt fallega. Þetta sem sagt Gullsmiðja Óla, ekki sýnt hérna, Gullsmiðja Óla. Og þetta ég hálsmiðjan sem að í rauninni Hanna Rún eða ekki hannaði. Hún hannaði þetta, já, akkurat. Þetta sem sagt silfur hálsmenn frá Ég fyrir ykkur sem ekki að horfa á. Já. Og þið fáið svo að setja inn á fyrir aftan, já, nafni sem þið viljið setja eða. Já, eða orðin sem þið viljið setja, já, þannig að það hægt að setja, eins og, ég góð, ég falleg, ég bara alls konar, allt sem einhvern eftir ég góð vinkona eða ég dugleg eða bara whatever. Mér finnst þetta líka svo skemmtilegt að þetta svona í sama konsept og spilin sem ég býr til, kærleiksspilin. Og þetta ótrúlega fallegt. Það engin með eins. Þetta allt handgert og
þetta allt, sem sagt, náttúrulega bara engraved, þannig að þau eru aldrei eins menin og mér finnst það líka svo fallegt. Það er ótrúlega skemmtilegt. Ég man við gáum Hrönn svona. Já. Hún fékk, ég rögaleg. Rögaleg, já, af því hún var rögaleg. Já. Mrs. Hrönn. Og þetta bara, ég á svona gullitað og bara elska það. Já. Þetta bara, þú veist, one of my faves. Þetta er mjög fallegt. Og þetta er líka alveg, þú veist, svo flott, þú veist, þetta para saman með öðru. Já, og þetta er líka bara svo ótrúlega stílhreint. Og þetta er bara svo falleg skilaboð og ég veit að bara ótrúlega mikið af fólki er með þessi hálsmenn og þessi hálsmenn og þetta er líka bara, þú veist. Ótrúlega sniðugt og fallegt hjá þeim. Hvort sem þú vilt eða þetta fyrir þig eða gefa þetta sem gjöf, þú veist, þá getið þið farið og látið inngreifa á hálsmennið, hvað sem þið viljið og það er líka bara alltaf peppandi að vera bara, já, ég er bara ég, skilja. Nákvæmlega. Það er bara, verið þið proud of yourselves. Nákvæmlega. Þannig að, já. Eigum við að skella okkur í gjafabréf? Erum við með gjafabréf. Ok, Yes, queen. sko, hér erum við með gjafabréf fyrir 2 í gistingu á Fjörð Hotels. Og það er sem sagt, það eru, ég ætla að lesa upp fyrir ykkur, já. Sko, þetta er sem sagt, gildir á 4 hótel, Hótel Vesturland, eða Hótel Glimur, eða Bryggjan Boutique, eða LD Airport Hotel. Og við höfum prófað 2 af þessum hótelum. Já. Geðveikt flott, ótrúlega skemmtileg. Og meðal annars vorum bara núna á Akureyri helgina. Já, á Bryggjan Boutique Hotel. Já, mæli sjúklega mikið með þetta svo svona... Og þetta er nýtt hótel, það bara að opna. Það er ekki eins og búið að opna almennilega, það bara að opna og það er ótrúlega flott og geggjum stað Akureyri. Já. Bara akkurat þarna, þú veist, maður horfir út á gluggann, maður sér bryggjuna og horfir bara upp á kirkjuna og allan bæinn. Já, út á sjóinn og bara, it's amazing. Þetta fengið svo ótrúlega fallegt veður, þú veist, það getið séð smá svona vídeo svona á miðlunum okkar persónulega. Já, highlights og reels og svona. Þannig að þetta er bara, og þetta var svo, við fengum með bara svona, þú veist, sól og bara... Bara fullkomið sólsetur, þetta var bara ótrúlega fallegt, en það voru -14. Já, en þú veist, ég held ándurs, mér finnst alltaf vera þegar það er svona ótrúlega kalt, þá er veðrið geðveikt fallegt. Já, og ég er bara, I'm here for it. Já, akkurat, same. En já, mæli eindregið með þetta er svona skemmtilega, svona í svona gömlum stíl, bara svona eins og gömlu húsin eru. Já, en samt svo ótrúlega svona falleg. Já, og það er engin samt svona fúkalykt þarna inni, af því það er oft þannig í, þú veist, gömlum húsin sem eru gerðu upp, eins og Ísafirði, það var hérna neðsti kaupstaður, eða staðurinn sem er með öll svona hús sem eru þessi típa af húsum, og það er svona ákveð lyktar inni, en ég fann ekkert svoleiðis þarna og ég er líka ótrúlega næm fyrir, þú veist, ef ég sé ykkur staðar, hvort það sé ykkur raki og það var engin raki og þetta var bara perfect. Svaf líka bara ógeðslega við, rúminu er svo þægilega þarna, oh my god. Bara að djóka. Og sturtuhúsin, hann var svona, það kom svona ekstra mikil þrýstingur, ég var bara, ég ætla bara að langar í þessu sturtu heim. Þetta var svona stór sturtuhús eða eitthvað og allt svona, já, hérna gullitað og... Já, ekki fancy. Já, og vaskurinn og allt, það var geðvitt. Akkurat, þannig að það bara, okkar stay þarna var bara perfect. Já. Það var geðveikt nice. 10 out of 10. 10 out of 10, totally. Og síðan höfum við farið, skemmtilega að fyrir alveg nokkrum árum síðan fórum við á Hótel Glim. Já. Bara í smá svona stelpuferð, getaway. Það átti ég held ég að gjafabréf og bauðir. Já, það var í COVID, ekki? Jú, getur verið. Jú, og við vorum bara, hvað er out of here? Já. Og já, borðum þar og gistum og þar eru svona 2 heitir pottar og svona cozy og þar sér maður svona yfir Hvalfjörðinn. Það eru heitir pottar líka á Hótel Boutique. Já, manstu, en þú veist, það er náttúrulega kannski, það var náttúrulega ekki búið að opna allt. Já, og við fórum náttúrulega bara í skóaböðin, hvort við og höfum ekki tíma, þannig að bara, það er greinilega allt til alls þarna, sko. Já, þannig að þau eru með svona ákveð theme held ég á öllum þessum stöðum og svona svipað einhvern veginn. Maður pluggaði að koma þarna sumarið líka. Það var geðveikt næs og örugglega að fara þarna sumarið til, sko. Já. En talað skóaböðin. Já, ertu að djóka, oh my god, skóaböðin, sko, ég verð að segja að þetta er uppáhalds lagúnið mitt á Íslandi. So far, já, ég hef ekki prófað öll, en þetta bara flottasta sem ég hef séð. Bara klárlega, bara, sorry, þú veist, ég fíla alveg Sky Lagoon, en Forest Lagoon er bara, þú veist, Sky Lagoon er ekki með, sko, tærnar þar sem Forest Lagoon með hælana, hvað varðar bara svona ákveðna hluti eins og, þú veist, bara borð með ljósum sem þú getur sett rykkina á, skilurðu, þú veist, þannig að þú ert ekki alltaf bara haldandi á öllu, þú getur svona relax og þið líður smá bara sem þú sért, þú veist,
bara á okkur bar eða eitthvað. Já, líka bara ógeðslega fallegt að hafa skóginn, þú veist, skóginn í kring Já, og svo sá maður bara- þú veist, á sjóin líka niður eftir og þú veist, þetta er bara svo ótrúlega Fallega fallegum lýsingar, líka bara á miðju lagúninu þú veist, búið að setja alls konar svona stæði fyrir trén, þannig að þetta er meira svona vibes Já. og fullt af sætum alls staðar manns, það var alltaf hægt að setjast alls staðar niður. Já, akkurat. Þannig að, Mér fannst það geðveikt og flott. engin vindur. Já, allavega ekki þegar við vorum. Nei, það var alveg, en ég hefði svona tilfinningun að sé ekki Já, vindur sé alveg svona smá, að þetta er náttúrulega bara svona í rauðareil, þú veist, Já. þetta er bara svona inn í skóginum. Já. Þannig að þetta er bara, já, ógeðslega skemmtilegt að fara þarna. Já, ég alveg bara, mér langar að fara aftur því það hefur greinlega verið að stækka. Já, akkurat, Mér sáum það. langar að fara aftur og sjá hvernig það er þá. Þetta var alveg bara, Næstu Akureyrar we go back, sko. mér bara 100%. klárlega, sko. En talandi þá erum við líka með gjafabréf Já, frá þeim. við erum með hérna, Þannig við ætlum að gefa ykkur þessu upplifun. yes, Og gjafabréf fyrir 2 Já. í hlýju Já. pakkan frá Skófin. skófaböðunum. þannig Þannig að- það er bara endalaust af stöffi hérna. Yes. Þannig að þetta er ágætis pakki sem við erum hérna að græða fyrir ykkur. Já, En síðan erum við líka með hérna Hairburst sem er bara my holy grail. Þetta Hairburst er náttúrulega fyrir ykkur sem veit ekki, þá var ég með snyrtvöruverslunina Alena og Hairburst var fyrsta varan sem ég tók inn á markað og flutti inn og það var 2015 og þetta var varan sem hélt fyrirtækinu mínu á floti að hún var svo ógeðslega vinsæl og virkar svo ótrúlega vel og þessar hárvörur eru náttúrulega bara top tier. já, Og hárvítamínið er náttúrulega bara það sem byrjaði þetta allt saman. the Hárvítamínið, OG. the OG hárvítamín. I'm telling you guys. Ég er ennþá að taka þetta síðan 2015 og bara umbreytti lífið mínu. Veist, bara it is the best. Og þau sem sagt hjá CO2 tóku svo við vörumerkinu því ég ákvað að hætta með Alena og ákvað að vera með okkur í gjafaleik að því ég elskar þessu vöru svo ótrúlega mikið. Yay. Og við erum hérna með það sem Bára heldur á er svona hárhangklæði. Þau eru bara komið svo stóra vörulínu líka bara síðan þau tóku við að það er bara svo mikið nýtt komið að þau eru alltaf að svona innivita sig meira og meira. Og við erum með hérna til dæmis Derma Scalp Roller sem er náttúrulega já, sem er svo sniðugt að því að þú Já, veist til að aktivitar. já, hair follicles og svona og bara hjálpar að hárinu að Hársekkina. vaxa. Já, alltaf óslega sniðugt náttúrulega að setja einhverju olíu með og svo gera dermarólurinn. Þannig að það er ótrúlega sniðugt til að hjálpa hárvexti og endurvekja hárið basically. Og svo erum við með Hairburst sjampóð og næringuna sem er svona upprunalega sjampóð og næringin. Það eru komna nokkra típur frá þeim þú veist nú þegar en þetta er bara svona the basics sem hendar öllum hártegundum. Okay, Og það er svona ótrúlega góð og svona mild svona coconut lykt af þessu, ekki sterk. Og þetta er líka bara sem ég heyrði rosa mikið þegar ég var að vinna í Alena að fólk sem er með flusu og svona fann bara að þetta minnkaði flusuna og þetta er ekki flussjampó og þú veist líka með svona psoriasis og svona. Já. Þau voru að finna fyrir mun á psoriasis. Þetta er gott fyrir hársvörðin sérst. Geggjað og hjálpar líka bara hárinu að bara vaksa og haldast healthy, long and perfect. Love it. Og svo náttúrulega líka scalp stimulating massage brush sem er náttúrulega bara eitthvað sem ég mæli með að nota bara daglega. Akkurat. Sem þú getur bara nota bæði þú veist þú hárið í sturtunni, þú veist þú nuttar hársvörðin með þessu og svo bara er alveg mælt með því í dag að nota svona busta bara á hverjum eins degi til að bara örva sérst hárvöxtin og örva sérst blóðflæðið í höfðinu, skilju. Já, svona busta. Já, þetta er ótrúlega sniðugt. Mælum með líka bara, þú veist, þegar þú hárið, nota bustan, skilju, þú veist, á meðan. Og ég nota líka svona sérbusta fyrir hundana mína. Já, þetta er sniðugt. Og líka bara að þú veist, maður finnur líka bara, eins og þú ert að fara í, litun, skilju, og það er verið að nutta þér, þú veist, hársverðin, skilju. Þetta er basically bara þannig at home, þú veist, þú er bara að gera sjálf og maður er bara, oh, it's so nice. Já. Þannig að þetta er algjör sniðugt. Ekki það, þú veist, að vera með neglur hjálpa líka. Já, it does, já, akkurat. Þetta er kannski aðeins mér að segja, ég fór ekki í, skilju, þetta er svona silikon feelingur, sko. Algjörlega. Og já, síðan er reyndar, áður ég segja frá hárvítamínum, þá langar mig að segja frá hármaskanum. Þetta er eitt besti hármaski sem ég prófaði á ævi minni. Og þetta er svo sama lykt og sjampó og næringin. Og sko það sem ég er búin að vera að sjá, það sem fólk á að gera, er að það á að nota sjampó, hármaska, næringu. Allt í sama sessjoni.
þannig þá verður það svona extra leathery og hérna Hvað meina eftir sama raggagefandi. sessjóni? Basically bara það verður sturtu, þú veist, þá sjampó tvisvar, mælu með því. Já. Notar svo hármaskan. Já, ég held þú meintir tróð allir saman í puttan og bara, ég bara, hvað meinar Bara allt í einu. Afsakið. Ok, rinse and repeat, skilur. Þannig að... En já, maður er alltaf að nota maskan í miðjunni. Já, nota maskan í miðjunni. Þannig að gott að muna þannig. Já, og svo hárnæringuna og þú veist, eða skóla og hárnæringu ef það var ekki clear. Nákvæmlega. En svo er My Holy Grail sem er Hairburst hárvítamínið og ég ákvað að fá Hilkin fyrir ykkur af því að þau eru lang best. Þetta er 30 daga skammtur, þið fáið 3 mánaða skammt af því að hárvöxturinn er alltaf, að þú sérð alltaf munin eftir lágmark 3 mánuði, en ég var alltaf farin að sjá mun bara eftir 2-3 vikur. En þú veist, þetta er líka bara sagt með öll vítaminu í höfuð að gefa þeim 3 mánuði til þess að sjá. Já, bara minnst 3 mánuði til að fá einhver almennilega virkni og það sem finna munin. Já. Þannig að maður verður alltaf að gefa litum tíma. Akkurat. En þetta styrkir, þykir, lengir, kemur í veg fyrir slitbrota hárloss. Þetta er mikið af náttúrulegum vítaminum. Þegar ég var að taka þessi hárvítamin sem að, þú veist, var meðan að þú varst með vörurnar. Já. Það er eina skipti sem að ég var með hár niður á hné. Já, akkurat. I remember. Bara aldrei séð hárið þar eins langt þá, sko. Ágríns, það bara síkkaði svo ótrúlega hratt. Já. Þú veist, ekki það að ég hef eitthvað þurft á því að halda skilur, en þú veist, ég var bara eitthvað, oh my god. Já, nákvæmlega. En líka besta við þessi vítamin er að þetta er svolítið eins og fjölvítamin í leiðinni. Já. Þannig að þú ert alveg að fá, þú veist, þetta er fyrir húð, hár og neglur. Já, akkurat. Þetta styrkir líka neglurnar og þú veist, gerir húðina þeina betri, kemur yfir fyrir bólur og svona. Og þú veist. Og það er líka koppur í þessu sem er sagt vera gott fyrir, bara komið veg fyrir, eða hægja á gráum hárum. Já, akkurat. Þú veist, þannig bara ef ég líka les upp innihaldsefnin, þú veist, þegar ég byrjaði að taka inn þessi vítamin, þá var ég svo ógeðslega stressuð að taka inn allt svona vítamintengt og svona, bara svona hvort það væri actually gott fyrir mig, fattarðu? Þannig að ég fór alveg vel yfir listan og googlaði allt hvað er hvað, skilur. En það er semst A-vítamin í þessu, það er B1, B2, B3, B5, B6, það er fólinsýra, það er biotín, það er B12, það er C-vítamin, D-vítamin, kalsíum, koppar, selenium, zink, methyl, fólumethane eða MSM, marine collagen, sem sagt þannig að ef þið eruð með ofnæmi fyrir fisk eða eitthvað svolítið eða kollagen eða eitthvað þannig, þá myndi ég samt alveg passa mig af því að það er tæknilega að segja fiskur í þessu af því að þetta er marine collagen, en þá eru líka til önnur vítamín frá Hairburst eins og gúmmín og svona sem eru ekki með það. Já. Það er hyaluronsýra og silica, L-leucine, ég veit ekki hvað ég að setja, L-cysteine og L-methionine og L-lysine og þetta eru L-valine. Þetta er, ég vona ég sé að segja þetta rétt, sko. Þannig að oft sem maður eitthvað svona Levine. En þannig að þið getur líka skoða þetta allt inn á Hairburst. Nei, Fotja.is er með Hairburst núna. Þannig að þið getur skoða innihaldsefnin þar. Very nice. Og þetta er ótrúlega veglegur og flottur pakki frá Hairburst, enda bara the best. Og myndi ekki mæla með neinum öðrum hárvítamínum, to be honest, og ég hef alveg prófað þau nokkur, sko. Og já, þannig að þau eru amazing. Love it. Love it. Svo erum við með gjafabréf frá Bifi. Já, queen. Þannig að tada! Yes, og þetta er bara eins og flesti vita, þá er þetta íþróttavörumerki með fullt af íþróttavörum og íþróttafatnaði. Hún Ásrún hérna okkar. Já, skvísan okkar hérna á gjafabréfinu. Nákvæmlega. Girl, looking fine. Looking fine. Já, við erum náttúrulega team BeFit. Algjörlega, og Hrönn átti BeFit. Já. Our queen. Þannig að það er hellinga íþróttafatnaði og þú veist, eiginlega bara einu íþróttafötin sem ég á í rauninni, sko. Það er svona allavega 90%. Já, bara það er svo mikið af fötum sem maður á að fá BeFit og það eru búið svo geggið og enda svo vel. Bara elska þessi föt svo mikið. Enda líka, þú veist, þegar Hrönn var á lífi þá var ég alltaf að módela fyrir fötin. Þannig at the time, þannig að, þú veist, og ég æfi bara... Svo stór myndir að það er alls þar. Ángríns, já. En það er ekki múin að fara í búðina, þá sjáu þið bárið þarna bara plastir að það yfir alla veikina. En já, þú líka bara, þú veist, fötin eru bara svo, mér finnst þið vera bara svo
fitting, þú veist, halda vel að, þau eru samt Já. sexy, buxurnar eru bara geggjar. Algjörlega. Og þau eru alveg með sko stærðir extra small upp í 3XL. Já. Og svo er það með barnavörur og náttúrulega karlmannsvörur líka. Og svo alls konar líka bara svona æfingar búnað. Já, og þú veist, ég á líka bara úlpu og húi og þú veist, það Já. er bara alls konar. Alls konar risturverslun og með fullt af, já, með svona belti og Já, æfingabelti. Já, brúsa. Og með þess að þú veist, svona, vítamín, Já, box. box. Já, og sniðið. Já, þannig að mikið til, mælum við að kíkja mörkinni eitt. Mjög mikið hægt að nýta þetta gjafabréf. Já. Bara í alls konar, sko. Og hvað erum við með næst? Herru, við erum með smá pakka frá okkur sem er bara svona persónulega frá á hærra plani og þar á meðal eru mitt passion project sem eru kærleiksspilin og ég er hérna með fyrir ykkur barna kærleiksspilin og jákvæð líkamsímynd af því að venjulega myndi ég gefa líka fyrir alla en ég bara á það ekki til lagar. Akkurat. Og Við náttúrulega byrjum mjög mikið að hafa fyrstu podcastun okkur á því að draga svona spil. já, við kannski tökum það kannski aftur upp á næsta ári. Við svona vorum alveg svolítið að gleyma því. Já. En það er líka náttúrulega bara takmarkað hvað maður getur dregið, sko. Já, nákvæmlega. En kærleiksorðin fyrir börn eru náttúrulega svona simpul orð sem er kannski bara eins og ég er nóg, ég er falleg, ég er dugleg, ég er sterk og þú veist og það er bæði ég er, þú veist, duglega, duglegur og þú veist það er svona, svona getur notað þetta Fyrir stráka eða stelpu. fyrir stráka eða stelpur og þetta er svona, ég veit ekki, með að við 2-12 ára en menn þú veist þetta virkar fyrir alla skilur þannig að börnunum mínum finnst mjög gaman að skoða þetta og lista og þú veist þetta var svona upprunalega gert fyrir my kids af því að ég vil að þau alist upp með þetta mentality bara þú veist ég er nóg eins og ég er og þú veist þau séu stolt af sér og þú veist að vita að þú veist segja ég er elskuð og bara tala fallega til sín skilur svo er ég með jákvæð líkamsímyndspilin líka sem eru basically bara þú veist vertu ánægð með þig eða ánægður með þig eins og þú ert og Líka bara það er svo mikilvægt að tala vel til sjálfsins af því að það er bara einhvern veginn það er svona bara fyrsta skrefið í rauninni í átt að breyttu og betra mentality. Já, algjörlega og skiptir ekki máli sko á hvaða stað þú ert í lífinu þetta er svolítið bara svona ef þú vilt koma þér á betri stað hvort sem sé líkamlega andlega að þú getur tala við þig til þín að þú sért samt nóg eins og ert akkur núna og þú getur lifa lífinu þínu þú veist, í því formi eða í því steiti sem þú ert núna af því að það er ekki þú veist, þú þarft ekki að halda aftur á þér af því að þú veist, þú ert ekki komin þann stað sem þú ert þú veist, getur bara unnið að því markmiði en verið samt hamingjusöm eða hamingjusamur á þeim stað sem þú ert líka og það má, skilur Það er líka bara ótrúlega mikilvægt það er heilbrigt og maður á ekki að vera eitthvað alltaf að hugsa ég er ómikið þarna eða ómikið svona maður verður að gefa sér grace og verður bara eitthvað þú veist, ég væri til í að stefna að því að þú veist, verða betri í þessu eða þú veist, hvað sem það nú er en ég er samt bara ótrúlega ánægð og sátt með það sem ég er akkurat núna Já, og ég veit að ég er að vinna mínu markmiðum þú veist, og það er þá alltaf lægir, skilur en síðan eru líka með smá svona cutesy sápurósir sem eru svona ótrúlega sætt ógeðslega svona aesthetically pleasing hægt að hafa þetta þú veist inn á baði þetta er basically bara þú veist þú tekur blöðin af og þú setur þau í vatn og þú veist notar sem sápu skilur og þetta er ógeðslega svona cutesy og þú ert að bjóða fólki heim sem bara já þetta er sápan mín hérna skilur eða bara nota það fyrir sjálf þannig að þetta er svona mjög cute gjöf líka bara ef fólk vil gefa eitthvað svona og svo ákveðum við að gefa svona baðbombur þannig að við erum með chill pills heitar, pina colada og róslykt og þetta eru bara svona litlar baðbombur sem getur hent í baðið og þau er sniðið fyrir krakkar en þetta er allt svona eitthvað organic stuff og þú veist, þannig að þetta er handmade, vegan friendly og cruelty free og svo langaði mig að henda inn hérna með svona sætum hvað heitir það, dreamcatcher hvað er eitthvað orð fyrir þetta á íslensku eða? Drýmabani ekki bani kill all your dreams oh my god ræðilegt félast draugabanni þetta átti svona frekar svona martraðarbanni já en dreamcatcher ljóma bara miklu betur en þannig að ég geti hengt þetta einhverstaðar upp svefnherberginu ótrúlega sætt og þetta er sko handgert frá Bali Bali Dreamcatcher hvað stendur hérna mjög fallegur Native American believe that night brings good and bad dreams the Dreamcatcher
when hung near your bed catches the dreams. The good dreams know how to pass through it. The dream catchers. The bad dreams not knowing the way get tangled in the dream catchers and perish with the first light of dawn. Þannig að þetta sigtar út góðu draumana og lætur þið fá þá. Það kemur sko, in Bali the locals are very much in touch with the spirit world and have adopted the dream catchers and renewed its power. This dream catcher is made with love and blessings, sweet dreams. Þannig að þetta mjög cute. Og svo síðast en ekki síst frá okkur bara svona krúttleg baðbomba. Sem Clary Sage and Juniper Bath Bomb með Himalayan salt og lavender petals. Þannig að þetta baðbomba og salt í einu. Þannig að þetta bara svona smá svona degur dúllu dót frá okkur. Svo erum við næsta gjafabréf. Já, þetta ekki búið, sko. Við erum allavega með 3 viðbót. Þetta gjafabréf í Unique sem bara needs no introduction. Nei, the OG bara tísku fataverslun á Íslandi. Ég myndi segja það, sko. Já, akkurat. Það veit allir hvað Unique og fyndið við unnum báðar þar á tímabili, back in the day, sko. Akkurat, og náttúrulega kynntumst Magniu og Söru og Salni og mörgum góðum vinkonum. Þannig að þetta þessi búð á mjög svona kæran stað í mínu hjarta. Já, akkurat. Og svo ekki ná með það bara og bara í svaka skvísuminnatöku fyrir. Já, bara mánudaginn, vorum í jólatöku og var ótrúlega skemmtilegt. Já, lúkka ótrúlega vel, var hvað ég spennt að sjá myndirnar. Já, ég líka. Það look nice. Já, það var gaman að því að ég var í jólatökunni skilur 2014. Já, akkurat. Svo bara eitthvað 11 years later. Já, coming back in, bara better than ever, on the hooks. Og líka bara, ég hlakka til að sjá línu. Ég sá þær voru að koma með bara fullt af vörum. Svo mikið flott. Já, akkurat, þannig ég ótrúlega spennt að sjá. Mér finnst líka bara, allt sem þau eru með svona, þessar skór og skart og svona viðbót bara ótrúlega flott þarna. Já, geðveikt, og líka bara, ef þú ert einhvern veginn að fara í eitthvað fancy eða eitthvað svona, það maður bara ég að fara að kíkja í Unique, sko. Já, nei, bara, eiginlega eins og, dressið sem ég var í ásatíðinni á Remax, rauði kjóllinn, úr Unique, afmælisdressið mitt, Unique. Og bara mjög mikið af kjólum sem maður búin að vera í. Það eiginlega flestir þaðan, sko. Já, ándjóðst, svo mikið af fötum úr Unique og bara, einmitt, allt eitthvað svona sem maður bara sjansinni, ég bara að selja þetta eða gefa þetta og þú ekki búin að nota lengi, þá ég bara using this for a better time, skilju. Þannig að allt ógeðslega flotta vörur. Akkurat. Og verður ekki líka komið einhverja pelsa Jú, mjög mikið af fallum pelsum og kápum. Ég var reyndar eina af mínum uppáhaldskápum sem var loðin inn í, svona eins og mokkakápa svona utan. Ótrúlega hlý og geggjuð. Fannst nefnilega líka ótrúlega lítið af búðum á Íslandi sem með einhver svona fallega kjóla eða eitthvað svona svona fancy bóli eða eitthvað svona skvísu meira. Af því að hinar verslanirnar eru meira með kannski bara svona casual föt, en Unique með þetta extra Já, akkurat, svona smá casual einn á milli eða vandrar eitthvað, skilju. En það samt einhvern veginn alltaf finnst mér aðeins meira heldur en bara að labba inn í einhverja svona verslun sem út allan heim, skilju, eða eitthvað. Já, akkurat, það sem svona the basic stuff, svona þú getur notað þetta í vinnunni eða eitthvað svona, og meðan þetta bara svona, I'm going fancy, þá ég fyrir Unique, skilju. Og svo, akkurat, bara so nice. Þannig að það gjafabréf frá þeim, þannig að það hægt að nýta það líka. Og svo næsta gjafabréf, það fyrir Biofit vörur sem sem sagt steinefni frá Biofit. Og þetta eru svona bréf sem maður setur út í vatn og blandar og ég búin að smakka, alls konar svona, ég ætla ekki að nefna nein nöfn, en önnur fyrirtæki sem eru með steinefni í svona bréfum og bara bragðið ekki sambarlegt. Þannig að þetta bara eitthvað miklu betra. Miklu betra. Nice. Og þetta er það gott að mér langaði bara að fá mér þetta í vatnið mitt eiginlega alltaf. En það svona max eiginlega sem ég rekommenda 2 á dag. Já, akkurat. Náttúrulega bara nauðsynlegt að vera hydrated og sérstaklega maður finnur það núna líka bara í kuldanum, hvað maður einhvern veginn bara skrælna upp allstaðar og Og bara geggjað hags fyrir djammið. Já, akkurat. Og einmitt maður á líka að passa að vera hydrated. Það er eiginlega betra að drekka eitthvað svona hydration vökva í ræktinni heldur en bara vatn. Já. Þannig að maður á eiginlega að vera frekar með eitthvað svona electrolytes eða eitthvað svona sem
gott, ég minna þetta eins og þú sé að hlaupara eitthvað svoleiðis, þeir eru ekki að drekka vatn, þeir eru oftast að drekka eitthvað electrolytes og svona. Já. Þannig Nákvæmlega. alltaf bara líka upp á krampa og alls konar, sko. Og uppáhaldsbragðið mitt, það held ég 3 tegundir sem þú getur keypt, en það strawberry banana. Ok, ég þarf að næla mér í, ég er ekki búin að prófa þetta, sko. Nei, þetta er geðvægt. Ok, Þannig on it. Yes. Og svo eitt annað gjafabréf líka frá Delicious Salads. Það var ógeðslega gott. Oh my god, þetta eru bestu salat sem ég smakkað. Þetta er bara, við fengum okkur svona carpaccio salat. Ótrúlega gott. Er þetta ekki hérna upp á Höfða? Jú, þetta er upp á Höfðanum. Mathöll Höfða. Já, Svanhildur opnaði þennan stað. Bara ótrúlega fallegur staður, geðveikt professional, ótrúlega góður matur. Ég er spáðið að fara hérna bara núna í hádeginu, sko. Já, Mér langar alltaf núna ég er bara svo komið vatn í munnina og hugsa þetta, Oh my god. Skal ég kíkja bara eitthvað? Það var líka eitthvað svo gott svona dressing truflumajóið. Já, truflumajóið. So good. Og þú veist, og þau eru alveg fullt af saladum og svo er hægt að fá sér bjór eða vín Hvítvín eða whatever með, þannig að það er eitthvað svona að trýta þig. Og þetta er bara, þetta eru geðveikt góð salat, þannig að þú ert salatmegin í lífinu en vilt samt alveg líka fá alveg smá mat, þá mæli ég alveg 100% með að fara þarna og í gjafabréfinu er matur fyrir 2 og drykkir. Þannig að það er fullt að njóta. Þannig að þetta er gjafalengurinn okkar og við ætlum að henda honum inn á miðluna, ég held að hann muni ekki fara fram hjá ykkur. Nákvæmlega. Og þar kemur kannski meira aðeins vörurnar og við ætlum að sýna ykkur betur frá öllu og vildum bara aðeins svona segja ykkur svona persónulega frá vörunum. Já. Og svona segja ykkur aðeins svona hvað við erum bara að gera og bara svona til að sýna ykkur þakklæti og jólagleði. En Christmas is coming. Ég held að það sé komin tími á sögustund. Oh my god. Ég er búin að bíða spennt. Ég bilast. Ok, sko, við förum þarna inn á hótelið. Og ég ekki að segja þessu. Ég skal segja hérna frá minni hlið. Já, Bára segir sína hlið. Og svo getur Hera sagt frá sinni hlið. There hlið. are 2 sides of every story. Það er nefnilega málið, Okay. en mín er samt the real one. Mín er accurate. Hún er bara delulu. Oh my god. Ok, sko. Ok, við ætlum að byrja samt á því að segja að ég er með massa lyftifóbíu. Ég er með innilokunarkennd dauðans. En ertu með eitthvað trauma tengt þegar þú varst krakki eða? Ég held að það sé meira kannski bara svona bróður minn að læsa mig inni, skilur, þú veist. En svo? Já, alltaf að læsa mig inni einhvers staðar og svo var ég Stefán eða? Já, no name dropping, but yes, Stefán. Shame. Þannig var það ekki eins og horfa á þetta, þannig að fólk þannig að bara shame on you. En já, hann er alltaf stóri bróður minn, já, bara svona var alltaf eitthvað, en svo mér náði ég að pikka lásin, það bara, þú veist með lykilinn, ég bara, nei, ég pikkaði lásin. Oh my god. Þannig að nú kann ég að pikka lás, things like that. Nei, af því að þú veist, ég hef aldrei hitt manneskju sem er bara eitthvað, bara, þú veist, og ég man að þegar við fórum til New York og ég náði að plata þér með í Empire State, en í lyftunni, þú varst bara, ég var ég var komin ótrúlega stutt, en ég var með ælun upp í kók út að ég var komin svo stutt og þegar fyrstu 12 vikuna það maður alltaf bara eitthvað, eða oftast einhver svona ógleði og eitthvað svona fucking fórum bara, þú veist, hæð 86 og þú veist, og lyftan er alveg, þú veist, hún er alveg lengi á leiðinu upp en hún samt ógeðslega fljót. En ég byrjaði samt að fríka smá út af því að þú varst búin að, þú veist, gefa mér smá þessari fóbíuna, því ég fór að hugsa, þú veist, hvernig lyftan lúkkar, þú veist, fyrir ofan og neðan, eða myndi slitna vírin eitthvað og við myndi bara dundrast niður 82 hæðir. Við varum bara pönnukakar, sko. Já, það fríkar mér sem út, sko, en ekki þetta innilokunarkennt dæmi, sko. En það er einmitt það sem fríkar mig einmitt ekki út. Það er bara að vera föst inn í litlu rými með fullt af fólki og vera bara, þetta kemst ég út. Það er bara, þetta er svona eins og að vera buried alive dæmi, skilju. Það er bara my worst fear. En já, og reyndar að besta þegar þú komum upp í Empire State, þá varst þú bara eitthvað, bara, Byggi ekki hreyfist. Hún gerir það? Nei. Hún gerir það? Ég hætti hún sveigir. Ég veit að svo er það rétt í þær. Ég bara, hvað er að þér? Hún þarf að gera það til þess að bara brotna ekki niður út á vindi, skilur. Og ég fann svo mikið fyrir því, mér leiði þess að ég væri með sjóriði. Ég hafði bara, I am going to throw up. Svo var ég ekki happy, ég tekið selfie. Ég bara, förum upp að það út og tökum selfie. Ég bara, ok. Og sko öllu myndunum þá ég alveg ekki brosti og hér og svona. Ég bara liggur upp. Skelfingarsvip. Get me the fuck out of here. Ég bara, ég ætti búin að taka myndir, ok, förum. Ógeðslega ekki into it. Þetta var,
Ég veit ekki henni, þú veist, það var ógeðslega gaman að sjá þetta. Já. But I'm never doing that again. Nei. Þetta er svona upplifin checked by. Já, næst verður í Burj Khalifa. Þú bara fer með bróðið þínum þangað eða eitthvað, bara for someone else. Já, ég alveg það sko, mér langar að fara upp og fara að hoppa í fallhljóðstak sko. Já, þú veist, þetta er líka bara svona, það er svo fyndið að það er svona til svona fóbía, þar sem fólk talar að það er ekki hrætt við, þú veist, hæðirnar, skilurðu. Nei. Það er hrætt við að hoppa niður. Það er eins og svona, þessi hrætt að self-controlið sé ekki nógu mikið til að taka ekki skrif og stökkva niður myndi standa á brúninni. Og ég held að ég sé með smá þannig. Þú veist, svona, ef ég myndi standa á brúninni, ég væri bara svona, ég treysti ekki á hausnum á mig til að bara svona impulsive action. Já, taka eitt skrif við viðbót og bara Já, bara æfisti erinn eftir bara djúta af. Já, oh well, good riddance, þú veist. Oh my god. Þannig að þetta er eitthvað svona rókslega margir með þetta, víst. Já. Og þannig að I'm not alone. Nei. En ógeðslega svona irrational átt þess að láði, þetta er crazy. Heilin á manni er bara fucked snum. Já, gríps. En allavega, on to the story. On to the story, sko, við förum þarna inn á hótelið og við förum, þú veist, upp á aðra hæð. Það er, má ég fyrst? Nei. Býttu, there will be holes in the story. Ég skal segja mínu upplifun fyrst bara. Að því að við, sko, þetta er svona lyfta sem er svona, það er gler og þú opnar, þú veist, hún svona kemur niður og svona unlockast og þú opnar hana og það er svona gler og þetta er svona eins og svona þetta er ekki lyftupallur sem fer svona þú veist, þannig að þetta er ekki svona basic lyfta með vírum. Nei, og ekki svona sem lokast svona. Nei, þú veist, það er gler og þú sérð bara hún fer bara svona hægt upp svona, þetta er svolítið svona eins og hjólastólalyftunar skilur. Já, akkurat. Og þegar við löpum inn í lyftuna þá eru 3 takar, það er 0, 1, 2 og Bára segir við mig, já, við erum að fara á hæð númer 2, það er ekki búið að klára 3. hæðina. Það er bara, hún er ekki tilbúin, þannig ég náttúrulega íti bara takka númer 2. Já. Og við förum upp og ég eitthvað byrju, átti ég kannski að íta númer 1, af því að, þú veist, erum við kannski á hæð 0, ég fattaði ekki og ég eitthvað svona, eða hvað? Og svo byrjum við að fara upp og svo höldum áfram fram hjá annara hæðinni. Við sjáum bara aðra hæðina, bara svona, við erum komin upp fyrir. Og ég lít upp og það er engin 3. hæð. Nei, þú sérð ekki neitt fyrir ofan. Ég sé bara loftið og vegg. Og ég bara, við erum að fara að kremjast. Við erum að fara að deyja. Við erum að kremjast. Já. Og þú tekur þarna bara panik. Ég panik aldrei, sko. I do not panic. Og ég sko tek og ég bara svona, bara á neyðarnappinn. Og ég stoppa lyftuna og það er svona, sést svona smá í aðra hæðina ennþá. Og Bára er bara, heyra, það er fyrir þarna. Og það er fyrir aftan mig, hinum meginn. Og ég er náttúrulega bara eitthvað, ha? En þú veist, í hvað verald myndi lyfta samt bara fara alla leið hingað? I don't know, hefur ekki hort að hryllingsmyndina. Ég sá fyrir mér að við varum að fara að kremjast svona hægt og rólega, bara eins og einhversu svona ógeðslegri hryllingsmynd, það sem er bara svona... Og líka bara svona, þú fríkar sjálfur það út, þú veist bara, oh my god, við erum að fara fyrir, oh my god, það er ekki, við erum að fara að kremjast, og þú bara, og ég bara, heyra, ég gat ekki hægt að hlæja, ég gat ekki sagt orð af því að losa svo mikið. Og þá var Hera frík út af því að við vorum fastar þarna í miðjun einhvers staðar. Við náðum ekki að laga niðarnappinn heldur, að við náðum ekki að fara niður aftur. Og Hera ítir aftur og ítir svo á bjölluna og það klingir ekki bjölla. Nei, og ekkert gerust, þú er að hringja niðurnúmerið, hún hringir og það er náttúrulega loka, klukkan náttúrulega orðin 7 eða eitthvað og þú bara svarar enginn og eitthvað svona. Og Hera sko fyrir niður í gólfið og byrjar að ofanta. Já, ég byrjar svona, oh my god, við erum bara fastar inn í lyftinu. Þetta er bara, martröðin mín er bara coming true. Ég er ándjóks að upplifa mína verstu martröð að vera föst inn í fokkin lyftu. Og ég er þarna bara emjandi úr hlátri. En þú veist, sem betur fer, skilur, það var smá gler þannig að maður sá út, en ég var samt bara eitthvað svona, þú veist, ef það hefði verið alveg lokað, það hefði örugglega liðið yfir mig. Þú hefði bara hort á mig þannig liggjandi bara með myndundarlausa. Ég hefði ekki selfie. Já, bara eitthvað, hello. En svo ringjum við í eigandann og En sko, akkurat þegar við ringjum í eigandann, þá náður þau samt að íta einhvern flipa. Það er bara við svona það sem þú ert að íta niður og setja takkan yfir aftur greinlega. Já. Og ég eitthvað, oh my god, ég fann út úr þessu, því ég er óslega klár þegar ég er með sönsum, skilur, þú veist, þannig að þegar ég er ekki, þú veist, panicking, þannig að maður á aldrei að panika í situations. Nei, en sko, við vorum nýbúnar að tala um það, hvað þú panikar aldrei. Ég er alltaf svo ógeðslega róleg yfir öllu. Þú ert alltaf svo róleg yfir öllu. Yfirveguð. Já, en þarna bara, þú bara fríkaðir út. Þarna fékkstu mig bara í mínu worst. Já. Af því þarna einmitt, þetta var bara mín versta martröð, að festast í lyftu og þarna bara gerðist það, so I panicked.
og ég bara, admit, þetta var ekki my proudest moment. En þú veist bara þetta, þú bara eitthvað, oh my god, við erum að fara að kremjast, þú trúðir því. Ég bara sá það fyrir mér. Þetta var bara, my life flashed before my eyes. Þannig já, eins og segir, not my proudest moment og ég held að við verðum að fara að deyja, en ég bjargaði okkur ef það hefði verið þannig. Þetta var svona fast thinking, skilur, ef maður hugsa þetta þannig. Það var þetta svona, I did good, I saved your life. Oh my god, já. En ég meina, en það víst, en þú veist að bara það að þú sagði þriðja hæðin ekki tilbúin, þá var ég bara, oh my god, þegar ég var bara eftir að búa til hurðina og við erum ekki að fara. En þú veist, já, ég held að lyftur sé ekki gerða þannig að það er að fara allir þenni upp. Nei. Apparently not. Bara, þú veist, nei. Og ef það er eitthvað sem býr til þannig lyftu, þá var það bara eitthvað vel að gafla eintak, sko. Ég minna, maður veit ekki, þetta var eitthvað svona, þegar hún sagði það að hún var ekki tilbúin þriðja hæðin, þá hugsaði ég bara, kannski er það bara eftir að laga þetta, skilur. Þetta var meira svona herbygginu, kannski ekki alveg tilbúin. Ekki bara hæðin öll, þá eftir að byggja hæðina hérna. Well, you know, lesson learned, kannski hans að horfa í kringum sig, en bara því ég held að fullt að dóti og ég var að horfa þangað og þangað en ekki þangað, skilur. Já, af því að hurðarnar voru, þú veist, ein var hér, ein hér og ein svona eða eitthvað, þannig að þú veist, já. En makes sense now when you look back. Þetta var allavega ógeðslega fyndið og ég hafði mjög gaman af. Þetta bara good there was one of us some enjoyed. En já, svo komumst við á aðra hæðina og já, ég bara hugsaði líka bara, þetta bara, já, ég ætla að veit núna. I think fast in bad situations and panika mögulega líka. Já. Já, en þetta var svona, ég veit ekki, maður var búin líka að fá sér eitt hvítinsglas, sko, ég var maður ekki alveg að hugsa. Í Forest Lagoon. Já. Þannig að kikkar alveg hratt inn þar, sko. Já, þannig að ég kenni víninum. Já. En já, þetta var skemmtilegt. Þetta var skemmtilegt. En það var ógeðslega skemmtileg ferð líka bara og við bara fórum og fengum okkur að borða og jólahúsið. Fórum í jólahúsið, það er svo gaman að gera það jólin. Það er svona á jólatímanum. Þannig. Það er alveg, ég fíla Akureyri, ég hef ekki oft komið þangað en mér finnst það rosalega svona, það er svo öðruvísi náttúrulega vibes heldur en þú veist að vera í Reykjavík, maður finnur alveg maður er komið miklu, þú veist, norðar, miklu kaldara alltaf, meiri snjór, geggjað fyrir bretti þarna. Já, nákvæmlega. Alveg skemmtilega en fyrir Bláfjöll, sko. En sem er samt svo grillað því það er oft líka svo rosa gott veður á sumrin. Það er oft bara heitara en í bænum. Já, það verður eiginlega svolítið svona kaldara og heitara. Já, akkurat, svona oftast. En þú veist, ég vildi að það væri þannig á Ísafirði, sko, því oftast er ekki eitthvað það heitt þarna á sumrin á Ísafirði. Nei, það er bara veturinn, bara extreme weather á veturnar. Akkurat. Nei, næst fara til Akureyri. Það var gaman að fara í smá svona road trip og gera eitthvað. Og ég meina, og ef þú vinnur þennan pakka, þá hefur þú actually valum að fara þangað. Já, eða á hinn 3 hótelin. Þannig að þú veist, þau eru alveg 4 og þið getur valið hvaða landshluta. Borgarnes, Hvalfjörður eða Keflavík. Eða Akureyri. Eða Akureyri, já. Þannig að, og ég meina, og líka sniðið að fara á Akureyri og nýta skóböðin. Já, nákvæmlega. Þannig að það er til mikils að vinna og við ætlum að henda inn leiknum á saman tíma og þátturinn kemur út. Þannig að hann ætti að vera komin inn núna. Þannig að kíkið endilega á herraplani miðlan okkar og tjekkið þig og takið þátt. Og sjálfsög til að taka þátt, þá er náttúrulega bara likea, followa og kommenta. Já, ef þið eru ekki að followa okkur, þá er það ekki bara að vinna, sko. Nei. Sorry guys. Við erum bara að tjekka, sko. We check, of course, af því að þetta er svo veglegt. Þannig að mér finnst það meitt svo grillað þegar ef fólk tekur þátt í gjafleik. Að ég var lent í því að vera með náttúrulega gjafleik áður og maður náttúrulega tjekkar alltaf. Já, algjörlega. Og svo sér maður að maður dróð út manneski sem maður er ekki að followa, maður er bara eitthvað. Já, ógeðslega leiðilegt fyrir manneskjuna sem líka maður er búin að draga og það er bara eitthvað, ok, heppin þessi manneskja en sér bara hún er ekki að followa þannig, ó nei, nú verð ég að draga einhvern annan, skilurðu. Já. Þannig að fyrir your benefits að þið ætla að taka actually þátt í leiknum að vera búin að followa og gera allt sem það er að gera. Þetta er leikur fyrir fylgjendur okkar. Já, algjörlega. Við erum að gera þetta fyrir ykkur sem eruð að sýna support og fylgja af því að við erum þakklátt fyrir ykkur sem eruð að gera þetta að veruleika þennan þátt og það sem við erum að gera. Já, og þessi leikur verður sérst bæði á Instagram og TikTok þannig að það er nóg að kommenta, þú veist, sikkur megin. Já, eða getur gert bæði til að auka vinningslíkur. Bæði til að bækur. Já, bæði til að auka vinningslíkur. Já, akkurat. Og ekki skemmir fyrir að setja í story og taka okkur af því að það gefur ennþá meira visibility. Exactly. Þá tökum við meira eftir. We see you guys. Sko. Já, ég gerir það alltaf. Eins og þegar ég er persónulega með þá screenshota ég alltaf þegar sem fólk er að setja í story. Já. Þannig að ég, þú veist, er með það líka. Já, nákvæmlega, einmitt. Þannig að ef þú veist, það fólk vinnur þá fær það yfirleitt alltaf eitthvað sem er smá auka. Ég sagði.
En annars myndi mig langar líka bara að segja gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð. Nákvæmlega. Bara yndisleg jól og áramót og restina af árinu. Og sjáumst svo bara hressar á nýju ári. Já, og svo náttúrulega verðið þið líka að fylgja okkur á miðlunum að því við tilkynnum vinningshafan á miðlunum. Já. Þannig að þið verðum náttúrulega verða að fylgjast með það. Að því við erum ekki, þetta senast þátturinn okkar, þannig við erum ekki tilkynna vinningshafan í þættinum. Nei, eða akkurat. Næsta þætti eitthvað svoleiðis. Höldur drögum við bara á milli jól og nýjárs. Og þið getið séð vinningshafan á miðlunum okkar. Yes. Þannig að bara takk fyrir okkur, vonandi nutið þessa þáttar og bara gleðilega hátíð og bara alltaf. Love you guys so much. Bye.